Á tímum þar sem við höfum lítinn tíma til að hitta fólkið okkar, þá er freistandi að sýna umheimum hvað við eigum fín börn í gegnum samfélagsmiðla. Mér finnst líka persónulega gaman að geta fylgst með börnum þeirra sem ég þykir vænt en hef ekki mikinn tíma til að halda miklu sambandi við. Þau vaksa svo hratt og lífið er svo yndislegt í kringum þessi litlu skott. Auðvitað viljum við að allir verði vitni af þessum miklu snillingum okkar og mesta stolti. Svo verða þessar myndir á internetinu að eilífu amen. Og börnin okkar verða fullorðin einn daginn sem við erum kannski ekki svo meðvit þegar við erum að sýna öllum hvað þessi litlu börn eru fín. Fólk er misduglegt í þessu. Flestir hafa einhverja bremsi á sér, til dæmis að sýna börnin ekki í viðkvæmum aðstæðum eins og í tilfinningalegu uppnámi eða fáklædd, en sumir og kannski aðalega erlendis markaðsetta fjölskylduna sína í þeirri tilraun til að verða áhrifavaldar. Og svo það úlingarnir. Að fara gegnum úlingsárin, gera sín verstu mistök og eiga sín vandræðalegustu augnablik á virkilega viðkvæmum aldri, að þá eru allir í kringu þig einmitt með myndbandsupptökutæki í vasanum og nóg pláss á spólunni. Ég get ekki ímynda mér þannig að veruleika. Hvað ég hefði verið meðvitið allan skapaðan hlut sem ég gerði ef ég hefði alist upp í þessu umhverfi. Það er að segja ennþá meðvitaðri, því að úlingar eru nógu sjálfsmeðvitaðir fyrir. Þó ég get ekki sett mér í þessi spór, þá er sennilega líka erfitt fyrir nútíma úling að ímynda sér að einhvern tímann var þetta ekki svona. Þessi þáttur í boði Stafrænnar velferðar og joybox.is. Stafræn velferð heldur fyrirlestra fyrir öll foreldrafélög, bókasöfn, ráðstefnur og íþróttafélög þar sem foreldrar hópast saman. Farðu á stafrænvelferð.is og hafðu samband. Joybox.is er gjafavöruverslun með vandaðar fiktvörur fyrir úlinga og fullorðna. Farðu á joybox.is og skoðaðu gleðina. Jæja, Kristín. Já, komdu með það. Sprenginguna. Heyrðu, já, mér langaði eiginlega að byrja bara að tala þessa kynslu sem er alast upp núna. Við erum núna í rauninni að fá fyrstu kynsluðina sem hefur alast upp við það að vera svona pínu undir allra augum. Já, emitt. Og alast upp við það að kannski mikið af þeirra lífi var varpað á samfélagsmiðla, mikið af upplýsingum, myndum kannski, vandræðalegum myndum, eða bara upplýsingum, kannski hvort sem það er blogg eða á samfélagsmiðlum. Já, oft kannski svona fjölmenni hópar bara þegar foreldrar eða mæður er að bara biðja aðstoð, bara þetta staðan, annarkvort í texta eða myndum. Já. Og kannski átta sig eða fatta ekki alltaf að vera með nafnleysi. Það er ekkert svo langt síðan að þetta nafnleysi kom í gegn, eða það er bara örfá ár síðan þú gast posta svona nafnlaust. Já, einmitt. Og núna sérstaklega þú getur kommenta nafnlaust. Já, akkurat. Að þegar ég held oft kannski vandrarlega spurning móður vörpuð eitthvað svona hópið eitthvað og síðan kommentar eitthvað undir þann þráð eitthvað viðkvæmur upplýsingar sín eigin börn sem er samt undir nafni. Já, og allir er að gera þetta best að hjálpa. Já, þetta er allt af góða vel gert. Þú vilt náttúrulega bara hjálpa öðrum mömmum og þú ert bara móður að gera það besta fyrir barnið. Já. Sama líka en líka bara svona almennt að deila myndböndum bara svona almennu upplýsingum, nöfn og hver er búið og svona, þetta er ekki gert af því að þú vilt eitthvað fá einhverja óvinveitta einstaklinga til þín. Nei, ég held að maður kannski sé bara ofsaklust til þess að leiða hugan í þessi horn. Einmitt. Ég er svona kannski pína að fara að sprengja þessar saklusis bólu. Eða kannski bara svona smá viðvörun, en við þurfum kannski bara að vera svolítið meðvituð hvað við erum að deila börnin okkar. Og í rauninni það sem langar eiginlega að koma framfæri maður þarf að deila efnum börnin okkar með það í huga að mjög óvinveitt manneskja geti séð það, bara allt gera ráð fyrir því. Já, og nýtt sér það. Til hins verra og að það sem fer á netið verður alltaf á netinu. Já, einmitt. Ég á kunningjakonu, eða á þeim tíma sem hún var að eiga ungbörn, þá hittist þau ekki mikið. Þannig að ég sá bara, og ég tók alveg eftir því, ég hef aldrei séð barnið hennar. Já, hún var ekki að posta neitt. Nei, ég sá það örugglega ekki fyrir hún var 7 ára og það var bara í persónu. Já. Og ég leiddi hugun ofta því, ég hef aldrei séð barnið hennar. Að ég skildi alveg pínu, að það er einhverja ástæður þar á bakvið.
En svo einhvern veginn tekur bara þessi saklausi heili við og ég veit það eru í þekkilega nokkra foreldrar sem eru gurrjótarðir á því að ekki posta neinu myndum af börnunum sínum og setja svona emoji það fara að sjá það oftar og oftar já, ég sé það að hafa svona emoji fyrir andlitið en það er líka að sjálfsögðu viltu deila þínu stolti og fallegu börnum og kannski skemmtilegum stundum eða þér ferðalagi eða þú veist, einhverju ferð eða það er skemmtilegt líka bara, þú hugsaður aðeins um barnið þitt núna eða börnið þín þetta er að fallega sem þú átt og yndislega sem þú átt og þú ert svo stolt af þeim þau eru svo skemmtilega og klár og frábær og yndislega og þú vilt bara geta deilt þeim í heiminum að sjálfsögðu viltu það en það er bara ekki alveg skaðalaust og þetta kemur frá góðum stað en ég held að þetta geti haft slæmar afleiðingar. Já, en með stóri sem hverfur svo eftir sólring. Það fer samt. Það getur alltaf ykkur tekið til þess screenshotaði. Já, þetta. En ég held að það sé samt aðeins saklausara en maður það bara að vera meðvitaður. Er það sem þú ert að fara að setja á netið barnið þitt, eitthvað sem má vera bara alltaf. Já, er tilbúin að barnið þitt myndi lesa sem fullorðinn einstaklingur sjálfan sig? Er það eitthvað sem gæti þótt vandræðalegt fyrir barnið þitt? Þegar það er fullorðið eða eitthvað sem getur barninu þótt vera brotið á sér að þú hefði deilt þessu og þá er það sérstaklega þegar það kemur á svona erfiðum stundum eins og svona brjálæðisköst eða læra að nota koppinn eða bleiumyndir gerir fólk það? Já, það er alveg, fólk gerir allt og við erum að tala um heiminn líka ekki bara að tala um Ísland nei, það er bara fólk gerir alls konar og ég hef líka alveg séð og það er reynda búið að vera aðeins menning fyrir því að mótmæla að það sé gert innan til dæmis hópum sem mæðratips er að ef þú ert að tala um til dæmis barnið þitt og eitthvað svona vandræðalegt eða eitthvað persónulegt að þá er mælt gegn því að vera ekki að gera það á svona opnum hópa þegar það er eitthvað 20.000 á þessum hóp en ég hef samt séð ýmislegt bara allt frá veikindum, vinasamböndum parasamböndum myndbandir af sem eru ófáklæddar blæðingar ungna stúlka það verður að tala um það eða myndir það er endur kannski ekki endilega mæðratips en bara eins og á samfélagsmiðlum í svona á TikTok eða Instagram eða eitthvað þannig þá erum við að tala um sko bara út í heimi ég hef séð myndband þar sem var til dæmis kona sem var að segja bara jæja, nú er bara komið að því dóttir mín bara við ætlum að fara að gera þetta en hún er bara farin að byrja blæðingum og svo var bara allt myndbandið þau að fara út í búð og kaupa bindi og allt það drasl og svona, ég nú ætlum ég að fara að kenna þér að nota þetta og svona þetta er svolítið gott dæmi, viðstu, ég vissi ekki ég hef aldrei séð svona vídeo en þetta er sko út af því ég hef líka séð mæður segja sko þetta er postað með fullu samþykki sko, barnana mína en hún er kannski hefur hún verið 12 eða 13 eða 14, kannski hefur hún bara ekki þroskan til þess að veita samþykki Nei, ég myndi ekki segja það þessi dagur sé alla ævi ég held að við alla konum munum allar eftir þessum degi held ég ég myndi ekki til að hafa þetta á samfélagsmiðlum ég bara get ekki leitt hugan í það þetta er svo fjarlægt en það er kannski svolítið það sem við þyrftum að leiða hugan að vilt þú að það sé til eitthvað á samfélagsmiðlunum þínar fyrstu blæðingar eða fyrsta kærasta sambandið þitt eða þú veist spáðið samt örvvæntinguna að vilja búa til efni fyrir stöðuna þína að þú veist og gera þeir mat úr þessu en nú er það líka bara aðeins komið út á svið áhrifavalda ég meina það að þú veist örvvænting þeirra í búa til efni er að nú ætlum ég ekkert endilega að fara að segja íslenskum foreldrum að því ég held að séum bara ekkert með það mikið af svona áhrifavöldum sem er í þessu en sem varpa fjölskyldinu sinna út nei, en kannski bara á hvað ert að horfa ert að horfa á efni þar sem er verið að varpa börnurum út líka það, vera ekki neytandinn nei, af því að þú veist það er fólk í örvæntingu að deila öll börnin sín sem áhrifavaldar í þeirri von að fá áhorf og er að fá greitt fyrir það
þetta áhrifavaldar, þau eru að fá alls konar pening og það eru náttúrulega ströng lög í heiminum það að ef til dæmis barnið þetta er barnaleikari þú séð, maður hefur séð þú veist bara í bíómyndum og í þáttum og fleira er að það er bara ákveðin mikinn tími sem þú mátt vinna á hverjum degi sem leikari. Já, sem barn. Já. Það er svona týpur og svona vinsalir leikarar af því það er að nota 2 börn sko. Skipta inn á. Já, það er bara eitthvað max 2 tímar á dag eða eitthvað sem barnið má vinna. Einmitt. En ef þetta er hann á heimilinu heima hjá þér allan daginn og mammaðinn eða pappiðinn er alltaf í stanslausu ekkert þak á vinnutíman. Nei, eða bara stanslausu vinnu að búið til efni og þú ert bara komin í henni eitthvað hlutverk og þú veist aldrei hvort það myndavelin sér upp eða ekki. Já, það hlýtur að breyta líka hegðuninni sem bara, hugsaði bara 5-6 ára barn. Hlýtur að gera eitthvað meira krassandi til þess að það sé hægt að taka þau upp. Já, en síðan líka bara gerur enga grein fyrir því að það sé milljónir manns að horfa. Nei, svo sannlega ekki. Þú bara, það er eitt þegar ég kannski sendi Snapchat og sendi á ömmu og afa og ég segi við barnið mitt, já, ég var að senda þetta á ömmu og afa sendi á ömmu og afa það er ekki það sama held ég eða það er það ekki það sama og taka út myndband og það eru milljónir manna svo sannlega ekki bara að horfa á það, heldur að vista það kommenta um það og hvernig heldur að sé til þess að sé til eitthvað myndband kannski á samfélagsmiðlum af þér sem barn í brjálæðiskasti og svo er bara þúsundir ókunna að segja sér óþekk eða tala eitthvað um þig eða þitt uppeldi eða fötin sem þú gengur í eða hvað þú heitir eða eitthvað um þig sem bara þeim þykir miður og svo lestu það 10 árum setna ég að hugsa ef við tölum um í síðasta þætti hvað var mikið að sko, taka börnin okkur upp á vídeo bara það, þess ekki endilega samfélagsmiðla hliðina að við glemdum að sko velta því upp sko hvernig kannski hegðun barna verður öðru sig þegar þú ert alltaf í beinni, eða það er alltaf að taka þau upp hegðun hlýtur að verða meira krassandi og svona yktari einhvern veginn. Ég sá heimildamöndum daginn og það var tekið fyrir franska fjölskyldu sem ferðast um heiminn og eru áhrifavaldar og allt sem þau gera á daginn er tekið upp háttatíminn, matmarstíminn öll ævintýri sem þau gera á daginn þetta er allt tekið upp og þetta er allt byrt á samfélagsmiðlum. Hvað maður er þið meðvitað um sig bara sem fullorðinn einstaklingur að vera alltaf í live En viltu að æskaðin sé live? Nei, og ekki lífið einu sinni. Nei, og geturu samþykkt það? Sem barn, meinaru? Nei, bara alls ekki. Og það þyrfti líka að vera eitthvað lög að börn, ef það er þannig, það þyrfti að vera eitthvað hámark og það þyrfti að vera að þau þurfti að fá eitthvað greitt fyrir það. Já, góðu punktur, bæði það og líka sé bara eitthvað svona hámark. Þú veist, það er kannski ekki hægt, jú, er alveg hægt að kalla þetta vinnutíma, en það var hægt að kannski orða þetta þannig að þú veist, hámark þess að þessi bara kveikt á vídeokameru inn í rýminu sem þú stælast upp í. Já, en líka þegar þú ert sko barnaleikari og þú ferð og tökum bara Friends sem dæmi, eins sem þetta er í hug. Þú ert þarna barn í Friends og þú leikur ákveðið mikið í einhverjum ákveðnum þáttum. Þú ert samt í einhverju hlutverki einhvers annars. Já, þú ert ekki inn á heimileginu. Þú ert ekki þú. Nei, akkurat. En síðan eru komið núna dæmi hérna börn sem eru orðin úlingar eða fullorðin og þau lappa göttuna og það er bara 1000 manna sem þekkja þau. Já, en hafa ekkert fengið greitt. Hafa ekkert fengið greitt, en það er kannski aukaðri. Það var líka bara, baðst þú þetta? Vildir þú þetta? Ekki bara, hei já, ég þekki andlitið, þú varst í Friends, heldur, hei, ég veit hvað átt heima, ég veit hvað átt í skóla, ég veit hvað systkiniðin heita og þínu veikustu blettir. Já, hvað það var vandrarlegt þegar þú gast ekki lært á koppin eða eitthvað þannig, viltu og svo síðan þurfa að tala um óvinnveittu einstaklingana sem eru kannski að leita eftir efni að fylgja þessum reikningum til þess að leita eftir þessu efni fyrir sjálfa sig og geta þá farið að kannski að eldast við börnin vera fyrir utan heimilega skóla barnana og það er bara mjög hættulegt en já, hvað með góður, ég bara þess að er þetta að ná utanum þetta en síðan líka sko að það er hvað liggja mörkin að það síðan eru þetta kallast sharenting á ensku þú veist svo margt bara hlustendur, ef þið bara googlið eða YouTubeið sharenting
þá fáið þið sko að sjá alls konar dæmi þar sem bara áhrifavaldar sérstaklega hafa gengið allt of langt í að deila börnin sín til að fá áhorf. Þetta er svo ótrúlega óhugnalegt. Þetta er það og þau bara gera allt fyrir efnið og ákostna barnana algjörlega kvekrar efninu, það eru fóreldrarnir sum þeirra kannski leggja eitthvað til hliðar fyrir börnin en það er bara algjörlega þeirra sjálfsvald sett sko. Algjörlega en þú veist þegar öll þín veikustu augnablik eru þarna inni og þú ert farin að gera allt fyrir efnið þá ertu farin að kannski eitt gott dæmi sem ég get tekið og þetta hljómar svo saklaust er að þegar við örugglega öll sé svona á samfélagsmiðlum þegar pappar kannski með mikið skegg raka af sér skeggið og sína síðan börnunum sínum það kannski frekar ungu börnum það og þau verða bara ótrúlega hissa og hrædd og fara að gráta bara, þetta er pappin samt ekki pappi bara og vera rosalega ringluð það er bara svo ólíkir sjálfum sér og fara að gráta og þá fór það að hlæja og bara hvað þið finnst en það ekki pappa sinna því að hann er búin að raka sér skeggið en barnið er óöruggt. Barnið er óöruggt, það er grátandi því líður illa. Og þeir sem það treystir er að hlæja því. Já, það er að hlæja að barninu. Já. Og að það séu uppnámi. Og það er að taka það upp og varpa því út. Fyrir allan heiminn. Það er rétt, þetta hljómar rosa saklust. Þetta er örugglega saklust þegar verið að gera það. En já. Bara, þegar upp í staðið þá er þetta bara... En maður þarf aðeins að hugsa, er fallegt að vera að gera þetta á kostnað barnsins og hlæja síðan að því. Og hvernig liðið þér ef það væri þú væri svona ung og viðkvæm og væri verið að gera eitthvað á þeim kostnað og síðan er þitt helsta traust foreldrið þitt að hlæja að þér. Já, ég hef reyndar séð útlensk svona myndbönd og ég fæ alltaf alveg bara hjartað. Þetta gerist oftast á erlendum áhrifavöldum. Já. En þetta er bara svona saklustdæmi. Síðan eru önnur dæmi bara, fóru í Disneyland og eru núna rosalega mikið búin að bara sigur og þreytt og eitthvað og eru brjálarskasti og svo er verið að taka það upp og svo eru börnin bara að rífast og er að gráta og uppnámi og þetta er rosalega mikið eitthvað ég skil ekki alveg. Þetta er bara svo ljótt að þetta er ekki eftir þeim að kenna, þetta er bara algjörlega ytri aðstæður. Já, en líka bara, börn eru börn. Já, og börn eru börn. Og þau eru bara þreytt og þau gráta og vilt að það sé þarna úti og að fólk sé að hafa skoðan á því og sé að hlæja því og deila því og ætli samt sko, út í fylgist ekki mikið með hvorki þessum vídeóm ég kommentagerunum, en ætli þeir sem eru að kommenta, ætli þau sé ekki farin aðeins að sjá betur bara, heyrðu þetta er ekki barnsins, þetta er þitt. Jú, en líka bara hætt að deila þessu. Já, fyrir það. Ég hef alveg séð það og bara svo að það sé á hreinu að flesta þessi myndbönd sem ég er að tala er eitthvað sem ég hef gert í minni rannsóknarvinnu. Já. Þetta er ekki eitthvað sem ég er Nei, ég minna auðvitað hefur maður reykist á svona. Já, en þá hef ég tekið eftir að það er lagt áherslu bara að þú ættir ekki að vera að deila þessu barnið þitt. Eða að deila að því svona í uppnámi. Og þetta er svolítið fyndið þróuna því að við byrjum á að hafa þessa glansmynd á samfélagsmiðlum. En núna er þetta komið úr farin að sína sína verstu augnableikin. Já, einmitt. Ég man nefnilega, ég var svo glöð út að það var alltaf verið að sína þessa glansmynd og bara æðislegt heimili og börn sem perla og dunda sér í 3 tíma og eitthvað svona. Allt inni mátti bara sína, heimil mitt er svo ófullkomið, það er alltaf hvolfi hérna. Og ekki bara það heldur, börnin mín eru svo ófullkomin. Já, þannig ég var svo glöð að þessi viðsnúningur var, en kannski erum við komin of langt í því. Já, ég held að ef við segja að börnin séu svo ófullkomin. Þú máttur að sína kannski skítu á þvottin heima hjá þér eða eldu sitt í rúst en ekki endilega börnin í brjálæðiskasti eða deila upplýsingum þau. Já, því þau get ekki varið sig þegar kemur að þessu og það minnir mig á annað atriði sem sem ég tók eftir og þetta var þegar ég var ennþá á samfélagsmiðlum eða svona meira. Það var foreldri þetta var móðir og hún var að baka afmælisköku fyrir sjálfa sig og kapsinu var þegar þú ert einstæð móðir og þú ert að baka köku fyrir sjálfa þig svo að börnin geti sungið fyrir þig og verið glöð fyrir þig og finna ekki hvað úr einmanna og svo er hún að gráta á meðan hún er að taka þetta upp. Hefur séð þetta? Mér finnst eins og ég hafi séð þetta. Já, það var eitthvað svona hún að gráta að baka köku.
en ef þú ímyndar kannski hvað gerist hana bakvið þú ert einstæðmóðir, þið líka kannski illa með þetta, þú ert ammali en þú ert samt hérna að stilla upp símanum sérstaklega áðurinn fara að gráta og öllum hráöfnunum og ert svona, gerir þig kannski svolítið sæta eða eitthvað og síðan og svo byrja að gráta núna nú ætlum ég bara að gráta og taka þetta upp síðan fór þetta út allt og allir vorkina henni rosa mikið og þetta er mjög leiðilegt þannig að vera grátandi ámælu sínu ég bara skil það en síðan eitthvað kemur sko hitt foreldri þannig að pappin og hann fyrir eitthvað að segja eitthvað herðu, þetta er ekki rétt hún bara tók börnin að mér og við erum hérna ég man ekki nákvæmlega samt hvernig þetta var eitthvað hún er búin að gera þetta og hún er bara búin að einagra mig fyrir börnunum og eitthvað svona og síðan fer hún eitthvað að deila á móti síðan einhverjum svona skjáskotum það hvernig hann er búin að vera vondur við hana og eitthvað svona og mér er alveg sama hver hefur rétt fyrir sér af hverju er það að deila þessu samfélagsmiðlum af hverju er þetta rifrildi foreldra skilnaðar að gerast fyrir augum milljónum manna og hugsa kannski börnin vilt þú að foreldrarnir sé að rífast svona á samfélagsmiðlum þetta er náttúrulega vestri börnin ykkar aðstöðu fyrir allra augum mér er alveg sama hvort foreldri hafði rétt fyrir sér þegar bara hvoru hafa verið að posta þetta já, þú veist með svona tvíeggja, þú veist hún kannski mátti hún alveg segja að hún væri einmana á hans að hann þyrfti að segja að hún væri ekki einmana ef hún þyrfti ekki að vera einmana það var hennar skref hún var með eitthvað svona alhæfingu hann held ég í þessu ég mandi ekki alveg já, ég skil ekki alveg já eða þú veist, sko ég hef kannski ekkert endilega horfn í síðu þess fólk sem gerir þetta, ég bara, þú það en mér finnst alltaf þeirri svona veltið fyrir mér hvað gerist á bakvið eins og þú sagðir bara nú set ég síman hér og nú bara get ég byrjað að gráta eða þú veist, mér finnst það bara alltaf svolítið fyndið ég myndi bara ekki vilja að mínu foreldrar vera að rífast nei, það er náttúrulega hvert þetta fór út í er hérna svona hluti á samfélagsmiðlum og mér finnst það bara, maður bæði skamma sín veist, það er engin hérna heilagur fyrst mér í þessu en já, þetta var ekki svona smá útúr en mér finnst það þegar kemur líka bara að fjölskyldumálum eða þú veist, þessu, það þarf þú bara að vera nafnlaust já, svo sannarlega er þessi skil þú ert að leita ráða já, en það þarf það að gera nafnlaust þetta er svo viðkvæmt, þetta er oft svona heilsufars upplýsingar andlegar eða líkamlegar og eða bara fjölskyldumálefni já, en bara þvílík hérna blessun að fá þennan nafnlausa hérna valmöguleika já, en það getur líka verið hættulegt já, ég held að gera meira gagnir hitt sko, eða ekki já, ég er allavega þegar kemur á þessu þá er ég fegin að það sé hægt að posta nafnlaust já, varandi börnin já, að bara þegar kemur að þessum fjölskyldumálum sem líka bara, þú veist, stjúptengsl fjölskyldur eru alls konar í dag hjónabönd að það sé bara fyrir börnin þú mátt deila hverja sem það sýnist sjálfa þig en þegar það kemur að börnunum þá finnst mér við þurfum bara að fara að vanda samt það og síðan er annar vinkil sem ég ætla að líka nefna og þetta bara var komið frétti bara núna í fyrradag eða eitthvað og það var þetta á eitthvað nafn, hvað er þetta hérna Munchausen by proxy eða eitthvað svona hefur heyrt um þetta já, mér finnst, ég var mann alls ekki hvað það var að þetta er hérna þegar þú þetta er andlegur sjúkdómur en þegar þú ert að gera eitthvað veikan já, þarna er þetta já, eða bara eitthvað bara getur verið maðurinn eða eitthvað annað að halda einhverjum veikum til þess að hugsa um þá að því að þið finnst þú vant þurfa að vera umönnunaraðili já en það var þarna í Ástralíu kona í Queensland sem er búin að vera mjög mikið á samfélagsmiðlum og hún var með 1 árs gamla dóttur og hún var að það er alltaf um það á samfélagsmiðlum hvað hún var í veik dótturinn alvarlega veik og með alls konar fjárhagssafnanir og fleira og svo var hún ekki svo var hún ekki veik, hún var að eitra fyrir barnið það er ótrúlega hvað það er alvarlegt og þarna er búið að búa til kannski eitthvað hvata fyrir einstaklinga að til þess að fá pening þá þarftu að
gera eitthvað svona hræðilega hluti. Já, ég meira þess að segja á Íslandi sko ekki svona en fólk að gera alveg svona mjög flippa hluti, kannski ungt fólk sem ég veit að hefði aldrei verið gert ef ekki hefði verið fyrir sko myndavél og samfélagsmiðla en þannig ertu komin alveg bara rosalega langt út í að skaffa þér efni á samfélagsmiðla. Já. Og eins og ég segi, þetta kallast þannig anything for views, allt fyrir áhorf. Hugsa þér. Að fólk, sumt fólk er tilbúið að ganga svo langt þegar kemur að því að fá fólk til að horfa. Og kannski það sem ég er bara að biðja er að við hugsum okkur aðeins fyrstulega, hver ert þú að deila börnin og þína fjölskyldu? Er það eitthvað sem barni myndi samþykja að sé deilt sig? Hugsa sér bara 2 svarum. Er það eitthvað sem óvinveittur gæti notað gegn þér eða barninu? Og ef þú setti í spor barnana, myndið þú vilja að efnið sem hefur verið deilt börnin væri til þig í dag? Já, einmitt. Hvort sem það myndband, póstur og meira tips eða athugasemdir eða eitthvað. Og segjum að þú sett mannski sem deilir ekki neinu svona efni, þá vil ég kannski bara að sé hugsa á hvað eru við að horfa? Já, einmitt. Eru við að horfa á efni þar sem er kannski verið að Erum við að styðja þetta? Erum við að styðja þetta? Erum við að horfa á brjálæðiskvæst barnana? Erum við að horfa á viðkvæmur upplýsingar barna? Einmitt. Og er hægt að reporta? Er það gert? Já, það er alltaf hægt að reporta, ég veit bara í hvað tekið mjög markaði. Nei. Ég held að sé enginn flipi sem segir, eða kannski er það. Það ætti að vera. En, já, er það sem þú ert að horfa á, efni sem þú ert að fylgjast með, er það að deila of miklu börnunara, þeirra börn. En já, ef við draugum það kannski saman, þá varandi börnin, þá kannski verðum við bara foreldrar lítið í einn barm. Hverju erum við að deila og viljum við að sem hvað myndi mjög óvinveitt manneskja að gera við þetta efni ef þetta kæmist í hennar hendur? Er það ekki? Jú, við þurfum líka kannski að pæla í gervigreindinni. Já. Hvað er hægt að gera við myndirnar sem þú ert búin að setja þarna út með gervigreind? Er hægt að... Já, er ekki hægt að gera hvað sem er með gervigreind? Jú, væri hægt að nýta röddina þeirra til þess að hringja í þig og segja, mamma, ég er hérna... Það búið að taka mig fasta hjálpaði mér, þú voru að borga pening. Já, og ég var búin að gleyma, ég sá eitt svona vídeo, ég var búin að gleyma þessu. Já. Mér finnst það mjög skeri. Væri hægt að nota myndirnar til þess að búa til að svona hvað er þetta, identity theft? Já, stela veitu hvernig var það? Persónuupplýsingum í rauninni bara. Já, já. Eða stela persónuupplýsingum. Já. Að bara stela vegabréfinu eða búið til fake gögn þig. Eða hvað væri hægt að gera við allar þessu upplýsingar? Myndirnar, myndböndin? Já, ég held allan að ég hef ekki hugmyndaflugða. Maður er bara svo saklaus í sílinni litlu búblu og svona litla landi. Við erum það flest. Já. En það er alveg þekkt dæmi, þekkt að það er hægt að taka þessar myndir og það er að búa til í rauninni nýjar myndir. Já. Þannig með þessum andlitum. Já. Og þá er kannski hann mjög ég bara þorði að nefna það í podcastið þar sem Nei. En það er barnaefni sem við viljum ekki að sé til og það er kannski ekki raunverulegt en það er kannski búið að nota myndir af raunverulegum börnum. Já. Eða jafnvel bara myndir sem hafa verið póstaðar í góðri trú eins og af bleiu myndum eða Já, maður vill ekki fara þangað. Nei, ég veit það. En þegar þessa myndir þau starta að gera allt við þetta. Já. Og fyrir okkur er þetta minningar en fyrir öðrum er þetta gögn. Já, nákvæmlega. Það er rosa vel, þú segir svo margar svona vitmeður og góðar setningar. Okkur er þetta minningar og fyrir öðrum er þetta gögn. Já. Þannig að við þurfum kannski að bara vera mjög meðvituð þetta. Já, og varandi úlinga eins og ég kom inn á í innganginum, þetta er svo ótrúlega gott tæki til að leggja einelti. Þú bara tekur upp myndbands upptökutækið eitt úr vasanum
og bara ítir á rekk fyrir hérna ef það er eitthvað vandræðilegt að gerast. Það er líka annað, ef foreldrið hefur alla þína barnæsku, við erum með myndavélina í andlituna og deilt því án þess að spurja kóknaprest. Af hverju ætti þér ekki að finnast allt í lagi að gera það við aðra? Já, akkurat. En þú veist, þetta er örugglega bara eitthvað svona almennt hvernig við getum snúið okkur í því. Ef við erum góða fyrirmyndi fyrir úlingan okkar, þá þurfum við örugglega samt að taka spjallið. Ég held að sé mjög gott að bara spyrja leyfi. Já, mínu börnin. Já. Má ég pósta þessari mynd áður en þú póstar henni? Já, Má ég sýna alheiminum þessa mynd eða má ég sýna hérna þessum þrönga hóp af fólki þessa mynd? Já. Ég held samt að börn sé ekki alveg með Nei, afleiðingarnar á hreinu, nei. Eða þú veist, þau kannski er ekki alveg Það að taka aldur barnsins í huga. Já, akkurat. Ég bara hugsa hvernig þetta snúa sig með úlingana, þú veist, að þau veri ekki að þau nota þetta síður sem eineltistæki heldur en. Ég held að það kannski kom bara með fræðslunni. Já. Að þau þurfa líka að læra hvað er hægt að gera við þessu gögn. Þau skilja það kannski ekkert endilega. Nei. Afleiðingarnar á því að pósta þessum gögnum, það sem fer á netið er að eilifu og að ef þú deilir einhverju, bara eins og tökum bara nektarmynd sem dæmi, sendir einni mannesku nektarmynd í góðri trú, en það er bara komnar á 1000 staði. Þetta getur bara farið út allt. Já. Og það eru úlingar og ungt fólk sem lendir í þessu. Já, með hræðilegum afleiðingum. Já, bara hræðilegum. Og hérna það er annað sem bara er ótrúlega erfitt líka er að stundum gera þau þetta mitt, senda eitthvað svona viðkvæmt frá sér og verða síðan fyrir kannski hótunum eða fjárkúrum. Ég myndir. Og það getur bara verið alveg hræðilegt fyrir börnin. Já. En já, hvernig getum við stoppað þetta? Ég held að þetta verði ekkert stoppað bara svona. Þú veist, það er allir með þessi tæki í síman. Við erum náttúrulega kannski reyna að tala með því að senka því að úlingar fái snjalltæki. Það sé fræðslan. Og svo fræðsla, já, pluss það. Fræðslan á þessu tæki. Fræðslan á það hvernig gervigreindin virkar, hvað er að gera með hana, hversu öflugt tól það er. Já. Og ég held að flest okkar skiljum það ekki. Nei. Hvað er hægt að gera? Sammála því. Og líka vera góðu fyrirmyndir. Akkurat. Ég held að það sé bara góðu botni í þáttinn. Já. Takk fyrir spjallið. Já, takk fyrir þetta. Ég vona að það hafi ekki verið of þungt fyrir fólk. Já, þetta getur verið svolítið þungt, en ég held að við þurfum öll á þess að halda. Já. Það var svolítið þungt að tala um þetta. Já, það var það. En kannski þurftum við að tala um þetta. Já. Ég vona bara að fólk hafi nefnt að hlusta á þetta. en þetta er kannski bara svona til að vera meðvitaður. Já, algjörlega. Takk fyrir spjallið. Já, takk. Við heyrumst. Bye.